Sæl og blessuð og velkomin í 13. þátt af Styrktarþjálfaranum. Í dag 8. apríl og besta deildin í knattspyrnu farin í gang. Allir styrktarþjálfararnir sem við höfum verið að ræða við og ennþá kannski að starfa með sínum félögum eru komin í fullt fjör með sínum klubbum. Og þar á meðal gesturinn sem við höfum í dag, Helgi Jónas Guðfinnsson, sem nýjasti sem tók við af Aroni sem styrktarþjálfari Breiðabliks fyrir þetta tímabil. Þetta hans fyrsta tímabil í knattspyrnuheiminum, en nú þekktari fyrir sinn hlut í gegnum körfuna, í gegnum tíðina, og verður gaman að sjá hvernig hann að setja sitt fingrafar á það sem í gangi hjá Breiðablik og hvernig hann nálgar sína styrktarþjálfun. Það var leikur í gær hjá mínu liði KR og við vorum að spila við Fylki. Við höfum betur 4-3 þar og byrjuðum þetta mót bara á nokkuð góðum krafti og getum byggt heldur betur vel á þetta og búið að vera mjög skemmtilegir og fjörugir leikir hingað til í mótinu og síðasti leikurinn einmitt í kvöld í fyrstu umferð og þá einmitt Helgi og félagar í Breiðablik að spila á móti FH og við vorum með Benny í síðasta þætti sem ræddi sitt hlutverk og hvað hann að gera hjá FH, þannig að það verður gaman að sjá þennan leik í kvöld og sjá hvernig þessi lið koma til leiks inn í mótið. En við ætlum auðvitað að kynna sponsorinn okkar í þættinum og Fitness Sport og maður til gaman að geta að þeir verða officially okkar fæðubóta efna styrktaraðili hjá KR í sumar og við munum nota vörurnar Wow Hydrate og basically ég akkurat núna at the moment að drekka einn Wow Hydrate Blue Raspberry á meðan ég að taka þetta upp, alveg geggjaður drykkur og við munum einnig nota Hi-Fi vörurnar og höfum þær til dæmis í kringu leiki þess að við getum fengið kolvetnablöndur sem við höfum tilbúna fyrir leikmenn í hálfleik og jafnvel fyrir leik að menn þurfa að fá smá orku, svo orkugelið sem auðvitað bara snögg orka beint í æð sem gott að taka inn í hálfleik ásamt því að vera með electrolytes tölblöndar tilbúnar og menn taka þær hvort sem það fyrir leik eða í hálfleik bara til að viðhalda vökvastigið því að ef þú ert að svitna mikið þá ert að missa ákveðna prósenta líkastign sem getur haft hamlandi áhrif á afkastagetu þannig að mjög mikilvægt að halda hydration levelinu uppi og þess vegna svo mikilvægt að vera með góð fæðubótaefni og góð sölt og ýmislegt og við hendina til þess að getum haldið afkastagetun í hámarki. Svo eftir leiku þetta mjög mikilvægt að fá sín prótein og byrja að byggja upp en það má ekki gleyma því að beint eftir leik viltu fara strax að hlaðin í glíkongibyrðirnar sérstaklega þegar stutt á milli leikja og þá einmitt hrikalega gott að taka einhverja kolvetnablöndu með en talandi recovery beint eftir leiki þá erum við einnig með Unbroken og KR voru einnig að gera samning sem þýðir það að við verðum með Unbroken við hendina og út af því að Unbroken hefur þann frábæra eiginleika það þessi stútfullt af steinefnum og vítamínum ásamt því að vera með electrolytes þá þetta mjög hentugt í einnig sem sagt ekki endilega kannski pre-workout en það hjálpa við það að gefa orku inn í það verkefni sem framundan og Unbroken einnig einn af 4 stærstu styrktaraðilum bestu deildarinnar og virkni Unbroken þetta mjög margþætt þú getur notað það til að fá jafna orku við daginn og eins og segi fyrir æfingar og aðra athafnir og það sem Unbroken eins þekktast fyrir þetta laxaprótein sem hjálpaði við að flýta fyrir endurheimt eftir átök og það þetta engin gervisykur og ekkert koffín í vörunni sem gefur þér einhverja falska orku þetta að fá bara steinefni og vítamín sem hjálpa þér að veita orku og efla heilastarfsemina. Þriðji og síðasti styrktaraðilinn okkar eru Biobú sem matvöruframleiðandi sem sérhæfir sig í lífrænt unninni vöru og gríska jógúrt þeirra þetta frábært og þú finnur það bara út í flestum verslunum ásamt mjólkinni þeirra en svo eru verslanir eins og Krónan og Hagkaup sem að bjóða upp á nautakjöti frá þeim sem eru frábæra vörur líka og það sem gerir Biobú sérstakt að þetta eru lífrænt ræktaðar vörur sem þýðir að þær innihalda meira lífsnauðsynlegum fitusýrum eins og omega 3 og CLA og ég mæli klárlega með því hvort sem þeir að fara að búa ykkur til pasta með hakki eða vil ég bara fá ykkur hamborgara eða jafnvel steik að smakka á vörunni hjá Biobú þetta algjör eðalvara en nóg að því, nú komið að þættinu með Helga Jónasi og var gaman að
tala það að hann auðvitað fyrir kennari minn í Keili á sínum tíma og nefnir aðeins inn á tíma sem Keilis-kennari og hvernig þetta hefur þróast því hann með mjög langan feril sem styrktarþjálfari. Og með þessa reynslu verður mjög gaman að sjá hvernig hann að koma inn í knattspyrnu heiminn og ég held að Breiðablik hafi gert mjög vel með að fá hann til starfa hjá sér. Nóg að því, nú skulum hlusta á Helga og mig ræða málin. Takk. Sæll Helgi og velkomin í styrktarþjálfaran. Þakka fyrir. Þú ert nú heldur betur með feril sem styrktarþjálfari og ert búin að vera í þessum bransa í þó nokkur ár. En þú ert þú kannski nýr inn í þennan knattspyrnuheim? Það passar akkurat. Ég er búinn að vera í þessu, ég vart frá söguna, held ég fara alveg með síðan 2001. Okay. Og þá ákvað ég að læra þetta sjálfur því að það var engin einkaþjálfari í Grindavík og mér vantaði eitthvað til að halda mér í formi yfir sumarinn því ég var að spila erlendis. Já. Og svo bara fannst mér þetta svo svakalega áhugavert að ég bara hef ekki hægt að læra síðan, sko. Nei, nákvæmlega. Og í hver á grunnur sem þú leitaðir í þarna árið 2001? Ég tók þetta eina einkaþjálfara held ég sem námskeið sem ég fann online sem var ESSA. Já. Og það voru einhverjir sem voru búin að taka hérna á landi og ég fór í það. Svo lá leiðin NASM, tók held ég 3 þjálfaraskírteini frá þeim. Og svo var það Paul Check, ég var frá Check Institute. Já. Hann var svolítið svona öflugur á þessum tíma, 2000, svo held ég svona aldrei dvala svolítið, hann hefur farið í dvala svolítið einhver tíma sko, en hann var vinsæll á þessum tíma, skrifaði mikið á T-Nation, ég veit ekki hvort að T-Nation sé ennþá til í dag sko. Þetta er góð spurning, það er langt síma að fóða þangað inn. En maður leitaði svolítið þangað og sá svona hverjir voru að skrifa Mike Boyle, náttúrulega leitaði svolítið mikið í hann, Eric Cressey, Mike Robertson og þeir sem komu hingað til á vegum Keilis. Þannig að þetta voru svona áhrifavaldar á þessum tíma sko. Nákvæmlega, og til dæmis bara sem sjálfur fyrir nefandi í Keili þá lærir maður með Cressey og Mike Boyle og þess að kalla og maður verður svolítið heillaður öllum þessu hugmyndum sem þeir eru komið með fram á sjónasviðið þarna og þeir voru svolítið að presentera þessi kennarar. Já, og þetta var eiginlega svona, hugmyndafræðin var svolítið tekið, náttúrulega Einar Einars var með mér í þessu þarna að búa til, eða svona þróa námsefnið og það var náttúrulega tekið svolítið úr NASM og svo frá þessum sérfræðingum hann úti Mike Boyle og var leitað í þeirra dótakistur sko. Já, nákvæmlega. Svona, við vitum að þú varst í körfubolta og svo einhvern heyrði ég ykkur podcasti, þú átt líka leiki í knattspyrnuheiminum með Grindavík. Já, það passar. Hvort það hefur verið 8 leikir ekki sagt? Jú, ég spilaði 9 leiki sem sagt, ég man ekki hvort ég var í 2003 að þá var ég svona á tímapunkti í bara, ég get sagt mínu ferli í körfubolta, ég var bara búin að fókið af þessu og það var þannig að Bjarni Jó var að þjálfa Grindavík og hann hafði þjálfað mig þegar ég var í 7. flokki á Neskaupstað. Þannig að við erum báðir frá Neskaupstað og ég spyr hann hvort að ég með ekki bara koma að æfa. Bara vildi bara æfa fótbolta, markmið var ekkert að komast í liði en eitt svoleið sko. Og svo einhver meiðsli í hópnum og ég kem inn á, ég kemst í hópinn, kem svo inn á sig varamaður held ég móti Fram í seinni umferðinni og svo verði einhver meiðsli, einhver bönn og eitthvað, þannig að ég kemst í liði og mér fyrsti leikur móti FH í efstu deild og ég hélt mínu sæti bara eftir það sko. Ok, vel gert. Þannig að þið voruð í efstu deild hana? Já, held ég við endum í 3. sæti. Já, vel gert. Það voru eiginlega bara í toppáráttunni sko. Ef við minni rétt á reyndar held ég að Grindavík lenti í öðru sæti annarkvort árinu eftir árinu fyrir en stigalega séð held ég að þetta sé besti árangur Grindavíkurliðsins í efstu deild sko. Okay, er þetta nokkuð Lee Sharp árið fræga eða? Nei, hann kemur árið eftir. Hann kemur árið fyllir til þína skó? Já, ég er að fá hann til þess að spila. Nei, það var hann, ég fór aðeins og æfði þá en það var bara allt og mikið þegar það fara úr körfubolta tímabili yfir í fótbolta aftur í
Þannig að hérna þá fór að gera vart við sér ýmis meiðsli og svo leið sko. Eðlilega mikið álag. En hérna, ok, við erum bara að fara aðeins í bakgrunninni í íþróttum og svo fæstu svona snerta mentunum. Þú varst nú að læra eitthvað í Svíþjóð ekki satt? Osteopata eitthvað svoleiðis? Jú, kláraðir það? Já, sem sagt árið 2018 skráði ég mig í osteopatanám í Svíþjóð og hérna flaug á milli í 4 ár. Já. Og hérna útskrifaðist 2022. Þannig að ég er búin að vera að starfa aðeins við það líka ásamt í að styrta þjálfa og svo leið sko. Þannig að það ætti nú að henta vel saman. Já, bara dýfkaði allan skilning á mannslíkamannum sko, sem er gríðarlega heillandi fyrirbæri sko. Og heldur betur og alltaf lærir maður eitthvað endalaust nýtt í kringum hann. En ok, nú fyrir við aðeins inn í kannski að svo þetta gerir í dag og hvert svona þitt hlutverk hjá Breiðablik og svona hver þín helstu svona ábyrgðarhlutverk í kringum þá? Sko, ég sé náttúrulega alfarið styrktarþjálfunina og svo náttúrulega að monitora GPS-mælan og sjá allt það batteri og kannski svona pikki í þá ef að þjálfarinn ef ég sé að mætti kannski draga úr álagið eða auka álagið og hvar þurfum kannski að bæti álag þar að segja þess ákveðna breytu, hvort að segja í sprettmetrum eða hvort við þurfum að bæta meira dísel eða axelload og þannig að það er svona mitt hlutverk í dag. Og þetta í fyrst skipti sem þú vinnur með GPS ekki satt? Jú, þetta í fyrsta skipti sem að ég vinn með þessa mæla og var svona eitthvað farin aðeins að skoða inn í körfuna því ég veit að þeir eru konum með mæla sem hægt að nota bara innandyra en þá er ekki inn í sprettmetari en eitt svoleið sko, það er bara þetta player movement profile okay. sem er þá náttúrulega basketball movement profile sem myndi vera þá nota sko. Og eru það þá katapult líka sem eru með? Þeir katapulti með þann pakka líka sko. Ok. Og þá hluti líklegast að því að vera styrktarþjálfari og sjá þess að álagsstýringu er mælingar, ekki satt? Jú, þegar ég byrja þá í sambandi við styrktarþjálfurina þá byrjaði ég kannski náttúrulega ekki öllum því að þetta undirbúinstímabil hefur verið kannski svolítið öðruvísi heldur en önnur tímabil. Heldur betur. Þannig að ég náði reyndar ekki að mæla alla en ég tók það sem við kallum load velocity profile á þeim og sem að gefi þér svona bara ákveðna grunn upplýsingar. Við tókum 3 æfingar, það er að segja að við tókum trappar jump til þess að mæla springikraft, svo tókum við styrkin sem var þá bara trapparinn að því ég vissi að Aron hafi notað það svolítið og svo bara fyrir efri hlutan bara typical backpressu sko. Okay. Og notaði þessar þá 3 æfingar til þess að sjá bara hvar eru staddir og út úr þessu getur þú fengið ótrúlega góðar upplýsingar, til dæmis Dynamic Strength Index sem gefur þér þá bara segir til hvar þeir eiga að leggja áherslu á hvort þeir þurfi meiri styrk eða hvort þeir samblanda styrk og power þeirra eða hvort það sé meira leggja áherslu á þar sé að power hlutan eða hopp hlutan og plyometrics. Þannig að það var það sem ég tók þá í gegn. Fórum ekki neina hlaupamælingar eða neitt svoleiðis. Nei, en þetta er mjög spennandi tímabil sem sagt pre-season hjá Breiðablik einmitt út frá því að þeir auðvitað áttu ekstra langt tímabil í þeirra fengu, hvað var þetta, 6 vikur off flestir. Já, þeir sem spiluðu bara langmest fengu 6 vikur og þá var einhver sem byrjuði að æfa 2-3 viku í janúar. Já. En svo kom hópurinn allir saman 29. janúar sko. Já, nákvæmlega. Nei, því að það verður gaman að sjá hvernig þetta kemur út svona stittra pre-season því að það er alltaf að tala það lengst á undirbúinstímabili í heimi. Já. En svo horfum maður sjálfur allan þegar sem ég kem nálægt að þegar þú kemur í Lengjubikarinn það áttu bara að vera orðin match fit til að spila leiki í Íslandsmóti. Það er ekki til lengur sem heitir að spila sig í form í apríl. Nei. Það er bara búið sko. Þannig að þetta verður hrikalega gaman að sjá því ég mitt sá leikinn að koma til Skaganum by the way, til hamingju með deildabikarinn meistaradeildinni. Já, þakka fyrir. Það var, við virkuðum mjög ferskir. Þannig að það var mjög gaman að sjá hvernig þið komið undan þessum 8 vikna. Já, ég held að sé 8 vikur sko. Jú, við erum alveg reynda að lóta og dreifa spilamínútum og það var sérstaklega gert í byrjun að í Lengjubikarnum þá voru við bara með ákveðin plan, bara menn voru skipt út af skipt engum máli, hvernig staðan var.
það voru bara 4 leikmenn sem fengu að spila 90 mínútur Nákvæmlega. og svo voru hinn bara rótirað bara til þess að hérna keyra menn ekki kafi strax í byrjun sko. Nei, það svo hægt við því og þá bara að fara að koma meiðslavesen og allur pakkin í kjölfarið sko. Því að þetta prísísson sko. Já, og hérna það hefur náttúrulega verið, eins og við bara tölum út frá liftingum, það hefur náttúrulega verið bara fínt að geta fengið og ég segi nóvember og desember bara til þess að lóta menn bara almennilega. Nákvæmlega. En núna hérna þá var þetta náttúrulega svolítið púsl sko að koma liftingunum fyrir inni og hérna jáka þá bara að microdose þetta. Nákvæmlega, og kannski við förum bara beint inn í það, þú veist, hvernig byggir upp æfingavíkuna? Sko hérna þetta hefur náttúrulega farið, þú veist, hvernig leikirnir eru spilaðir, að hérna að við hefum ég hef reynt að koma þessu inn 3 í viku, það er að segja að ná því magni sem ég vil ná fram í vikunni og ég hef samt svona ekkert verið bara 100% það er bara þessum degi, það hef farið líka eftir bara, þú veist, ástandi á mönnum að maður verður náttúrulega samskipta við leikminn og ef að leikminn eru bara í þroti þá bara þá verð ég bara bakka og segja að þú veist, ég get ekki stilt þessu upp sko. Þannig að þetta var við reyndum 3 í viku og þegar kannski var 4 leik það, ef við myndum segja svona 5 dagar í leik þá kannski tók ég 2 sett, það er að segja 2 ránd af þess sem ég ætlaði að gera og svo var það bara 1 og 1 þegar það dró og þegar þú ert með þar að segja við tökum þessa hérna, þú veit náttúrulega þekkir þessa velocity based training sem að ég byggi svolítið mitt á núna er að þegar að ákefðin er mikil þar að segja í hverri endurtekningu og þú getur monitera hverja endurtekningu þá þarftu minna magn, það er bara vísindilega sannað að þú þarft bara minna magn og það ég er svolítið farið út frá því að meira er ekki alltaf betra sko. Það er fyrir þannig gæði fram yfir magnið sko. Það meikar líka miklu meira sensið og horfur á heilda myndina, þú vilt fá gæðalifti hvert einasta skipti, þú veist max effort í hverja liftu og hvort sem þú ert með þungt eða létt einmitt bara fá hraðan. Það skiptir eiginlega öllu máli sko og þá má gleymis kannski að í þessu öllum æfingabreytum að hraði, þar að segja liftingar hraði er ein mikilvægasta æfingabreyta sem við getum skoðað sko. Og það fer eins og segir þú veist ef þú liftir hægt þá verður örfunin allt öðruvísi heldur þú liftir hægt hvort það sé í lengingu eða vöðvasamdrætti þannig að hérna þetta er svona æfingabreyta sem að við mættum kannski læra meir og ég hefði viljað kannski læra meir þegar ég var yngri sko en þetta er náttúrulega bara svolítið nýtt sko að hérna menn séu farnar að skoða þetta í þessari dýpt sko. Nákvæmlega og svo getur meira sér líka hort á þú veist isometric bara vöðvakontraksjónið líka ok, við mælum það ekki með velocity based dæmi, við getum mælt það með forspils, hversu hratt þú mynda það líka og þetta getur gefið rosalega mikið að breytum eins og við bara tölum fyrir þáttin að eyða út þessari ágiskunarvinnu, það er svo mikilvægt og þú hefur tæki og tól til þess. Það er mjög erfitt fyrir mig í dag að vinna án þess að sjá þess að mæla því að oft það er að segja, taldi maður sjálfur sig vera ferskan en maður tekur sig bara sjálfan og þegar maður var að fara að æfa sjálfur með þetta að þá voru kannski allar tölur í bara tómu drasli sko, þá bara er eins gott bara að segja, þetta er bara fínt í dag, þú veist, ég er ekki búin að recovera, hvort það var þú veist, svefnið var slæmur eða hvað sem að var til þess að æfingin var svona ömuleg og þá er betra bara að stíga tilbaka og segja bara þetta er bara fínt í dag heldur en að halda áfram að grænda og keyra sér bara í kaf. Algjörlega og bara það sem er fallað í þessu að tölurnar ljúga aldrei. Nei, það er bara og ég segi við einstaklinga þegar kemur GPS tölurnar eru að væla við tölurnar sín, þú veist. Tölurnar ljúga ekki. Nei, það er bara þannig sko, þetta tekur alla ágiskun út úr öllu. Þannig að það er ekki hægt að þræta yfir einu sko. Alls ekki og einfaldar ákvarðanatökunum fyrir okkur þjálfarana. Já, bara þú veist, þú þarf bara að sýna fram bara að sýna tölunar sko. Nákvæmlega. Núna, ok, kannski ertu ekki búin að vera að díla við þetta hinga til en kannski ertu fann að hugsa aðeins inn í sumarið eða kannski er svona aðeins farnir að huga þessu svona í lok undirbúningstímabili en hvernig eru þið að horfa á það að þeir sem eru að spila minna í leikjum eða jafnvel ekkert að þeir séu ekki að dragast aftur úr
í lóti, þannig að þú veist ef einhver meiðist í liðinu að hinn getur hoppað inn. Við þurfum náttúrulega að halda uppi þar að segja bæði, þar að segja ef við tölum við 4 breytur kannski sem ég hef verið aðlega að skoða sko, við þurfum að horfa á ákveðna sprettmetra að þeim sem haldið uppi og þá náttúrulega bara til þess að ef við förum að stíbriða bara upp á að halda þar að segja aftanálæri smeðslum í svona lágmarki og þetta það ekki eina breytan en hún er stór þáttur í því og svo þurfum við náttúrulega að skoða þetta stuttalót, þar sem mekanikalót að vinna í því líka, þannig að það má ekki glemma því. Og svo sem við náttúrulega play, við þurfum að þannig að við tökum höfum þá gert að það bara deginum eftir að reyna að lóta þá þannig að þeir dragist ekki aftur úr. Höfum verið að byrja á því núna. Þannig við erum með æfingu matchday plus 1 en svo bara off matchday 2 já. Okay. Þannig að þeir hafa verið með það undanfærin ár held ég að mér skilst það rétt og ætla bara að halda því áfram. Þannig að plus 1 væri þá svona top up til þess að halda þeim í standi sko. Okay, mjög gott. Ertu eitthvað að velta fyrir í GPS-mælunum líka, þú vorum að tala hamstringmeiðslin, ertu að horfa á hámarkshraða og prósentur á hámarkshraða sem leikmennir að ná til svona í, hvað segir maður, þið kallar oft vaksín fyrir hamstringmeiðslum? Já, sko ég er ekki alveg búin að fara alveg þangað en það er svona næsta að fara að taka þessa max sprettmetra, það er að segja að þú veist ekki bara þetta high intensity running, svona 19,8 og upp í 25, heldur en að fara aðeins að skoða betur alveg nálagt þar að segja hámarkshraða, við getum sagt alveg bara upp í 90% sko. Þannig að maður sé að fara þangað en það er að segja að þeir hafa hins vegar ég ætla ekki að segja alveg prósentuna þeir sé alveg 90% skilur en á þegar við verið að taka þessa ná sem sprettmetrum að þá hafa þeir verið að ná svolítið mikið, þetta hefur verið svona 50-50 hjá sumum það er að segja max peaked svona nálagt því sko. Okay. Það er svona, ég myndi segja 85% kannski af þeirra max speed sem þeirra hafa verið að ná sko. Okay. Þannig að já, en ég er ekki alveg farin að útreikna það alveg þannig sko. Nei, ég skil ekki mál. En hvernig ætlar að fara inn í in-season núna, basically út af við erum að tala um að mótið byrjar hjá ykkur eftir 7 daga þegar við erum að taka þetta upp. Fyrst í leika mútið FH, er þetta heimaleikur? Heimaleikur, já. Heimaleikur. Hvernig ætlar að halda liftingunum gangandi inn í tímabilið? Það verður ákveðin magn, það er að segja voljum sem að ég ætla að reyna að ná fram og svona, ég myndi reyna 2 svar í viku að reyna, það er náttúrulega fer eftir hvað er langt á milli leikja en ef sé stutt á milli leikja þá væri það bara einu sinni en ef ég hef tækifærið þá mun ég setja inn annar load en þú veist þetta er bara allt í þegar að ég segi magn þá erum við kannski bara að tala um eitt gott max effort set sem að ég mun setja inn og ég reyni núna yfirleitt að setja það í einhvern formi kontrast þjálfunar þannig að ég stytti þú veist bara tíman í salnum og reyna að nýta sem best sko þannig að þá erum við að taka ég segi ekki alla force velocity körfið heldur svona að reyna að snerta á henni á mismunum stöðum sko. Já, myndur þá taka segjum á degi 1 þú með 2 æfingar í viku myndur fókusa bara á force annan daginn og svo bara velocity að dynamic dag setjum ég er með það í planinu þú veist, ég get gripið í það þar að segja en ég myndi, svona segja, svo ég myndi hugsa það í dag en auðvitað getur það brist, skilur þetta er ekki, ég ætla ekki að grafa þetta í stein því að það er bara ekki hægt sko. Að ég mun alltaf taka þá bæði þar að segja, þetta verði þá bara ekki, ég myndi ekki segja alveg high force dagur, ætlum við séum ekki að lyfta á hraða sem að er svona 0,8 til 0,9 þannig að þú veist það er ekki, myndi ekki segja high force dag strength speed dag já það er svona strength speed dagur og að því ég fór með þá einhvern tímann undir í accelerated strength þar er undir 0,75 og bara þú veist að því álagið var svo mikið að það bara það álag var eiginlega of mikið á skrokkin þó við tókum ekki mikið endurtekning og þá voru mennum bara stífir
og þá bakka ég betur baka og bara segja, þetta bara ekki hægt kannski. Það ekki meira svona off-season nálgun? Það væri, það væri meira, off-season, það að segja, þau varum bara, hefðum nóvember, desember, þá væri hægt að fara þarna niður, sko. En samkvæmt, mínum mælingu sem ég fekk á þeim, þá hendar þetta þeim ágætlega því að styrkurinn þeirra bara mjög góður. Þannig að styrktarlega sér komið þeir bara vel út en það mætti þar sem að ég reyna að gera að hjálpa þeim að nýta þennan styrk, þar að segja að þeir nýti þennan kraft mun hraðar heldur, bara rate of force development, reyna að búa það meira til, sko. Nákvæmlega. Og eins og kannski fyrir hlustendur sem veit ekki, þú nefndir kontrastin aðan, þá ertu basically að taka á þyngri lyftu og svo endur gera hreyfinguna í hoppi. Einhverju hoppi. Ég byrjaði með þá strax bara til að ná meira lóti að þá tók ég French kontrast á þá það var bara meira magn sem ég næ á styttunum tíma og sem að ég gerði held í 3-4 vikur og svo bara minnkaði það bara niður í kontrast það sem bara 2 lyftur og svona ég held að það svona komið bara ágætlega út, sko. Og þá French kontrast basically oftast 4 æfingar sem fólk að vinna með svona fyrir hlustendur, þá það þungarlyftan, svo ertu með hoppið, svo ertu með aðeins léttari svo með einhverja loaded lyftu sem þú getur tekið, eða svona einhverja sprengikraft, hvort að sé bara eitthvað loaded jumps eða eitthvað svoleiðis, sko. Og endar á assisted jumps. Nákvæmlega, þið getur googlað þetta. Það er þetta að finna fullt af einhverju leiðum til þess, en markmiðið var að taka þá svona reyna að snerta á allri force velocity körfinu en eins og ég segi, ég fór ekki neðarlega í hana að því ég bara taldi að styrkurinn væri nægur og að bæta við meiri styrk þarf ekki endilega að hjálpa til, sko. Nei, það oftast þannig með einhvern veginn þú komið ákveðna tegund á íslenskum íþróttamönnum og þeir alveg sterkir en það vantar frekar hröðun í hreyfingunum. Það vantar sem að þessa, hvað við getum sagt, rate of force development, þess að hraði á kraftframleiðslu sem kannski að hrjá þá meira heldur en styrkin, sko, því að þú hefur svo mjög takmarkaðan tíma til þess að framkalla eða þann kraft sem þú hefur þegar þú bara ert að hlaupa eða hoppa, sko, þannig að þú hefur ekki allan tíman í heiminum til þess að búa til kraft, sko. Nei, það nefnilega staðan, sko, og það sem svo geggjaði við erum að tala um force velocity að eins á þessum forstugum og við erum að tala French kontrast að þungalyftan, þá viltu samt að þetta sé ekkert endilega high force og þú veist hægt, það verður að vera high force, high velocity og þetta svolítið skemmtileg pæling sem ég kannski læri fyrst á Kaldít sem við lesið bókin hans, hún alveg frábæri þessum pælingum, sko. Og þá mitt svona fattaði maður, þú þarft ekki að fara mikið meira yfir 80% í þessi dóti því þú ert bara að grænda slow og þegar þú ert bara að grænda slow þá verða bara hreyfingar slow. Og það líka eitt sem við mögum ekki gleyma, þess að það kemur á ólympísku lyftum og fólk bara komið í eitthvað að grænda þær upp í staðan fyrir eitthvað hraðana, það var þetta useless. Það er bara þannig að nýta, þar að segja alltaf þetta intent að reyna að fara eins hratt og mögulega getur og þó að við séum kannski farin að fara yfir 80%, þó að ég get alveg lyftið upp en ég get lyftið upp eins hratt og mögulega get og það er mikill munur á þessu, eins og ég talaði byrjum að nýta þessar æfingabreytur sem hraði, skiptir ótrúlega miklu máli. Og þá líka ná að örfa þessi, hvað íslenska orðið við motor units? Ég held að sé hreyfieiningar, sko. Það sem, þú tekur rate of force development, þá það náttúrulega bara örfurinn á þessu hreyfieiningum og svo það rate coding sem annað dæmi sem skiptir, sko, höfumáli, sko. Þá því nærður rosalega vel með þessu velocity based þjálfun, sko. Já, nákvæmlega. Talandi íslensku orð, þið gerðu Keilisbókina á sínum tíma og þið bara íslensku alla anfónum. Ég keipti einhver orðabók maður, þetta var svakalegt, sko. Ég var eitthvað lett í þessi en ekki fyrir löngu síðan, það alveg magnað hvað þið náðu að búa til góð orða. Sko, við skulum bara hafa hreinu, við bjugum þau ekki til þessa bók, hún einhverstaðar yfir einhverju kössu núna, þetta flutningu Grindavík, sko. En
En ég var einmitt að glugga í þetta bara, þú veist, það meikar ekkert sensarinn að íslenska þetta, sko. Nei, og líka maður hafi reynt að læra íslensku orðinu sínum tíma, ég hef ekki notaði einu sinni heldur. En það er nefnilega málið eins og bara þessu með, þú veist, þetta, þú veist, hvernig á maður að, ég veit ekki eins og með rate coding, hvað eða Flest þessu hugtaka bara voða erfitt. Það er bara gott að eiga þau að kunna að vita þau ensku, því að þá getur alltaf leitað uppi, sko, googlaðu, sko. Ég man nú, þegar við vorum að taka við það, við vorum með podcast-ætti sem heit Betri þjálfun, þá fengum við stundum bara ábendingar það að við værum ekki með nú og góð íslensk orði yfir þessi hugtök, en því við bara höfðum við ekki íslensk orði. Nei, ég held að sé bara, þú veist, maður er kannski að reyna að gera eitthvað, sko, en þú veist, stundum er bara ágætt að sletta eitthvað aðeins þó það sé ljótt að segja það, sko. Það er bara þannig, því miður, það er bara það staðan. En aftur að blikunum, þetta er spennandi tímabil framöndan, nú er deild og bikar og þið í Evrópukeppni, þannig að þetta er langt síðan framöndan og allavega deildinu 27 leikir og svo bara kemur ljós hvað bikar og Evrópukeppni fer. Þannig að þetta er alveg alvöru álagstýring og þið eru með flottan hóp, þannig að hvernig líst þér á þetta verkefni núna með GPS að álagstýra þeim þarna þú ert með gögnin í höndunum bara til að passa þetta? Það hjálpar ótrúlega mikið til að vera með öll þessi gögn og eins og þú sagði bara sjálfur þetta, þú veist, það er ekki verið að giska á einninni, þú getur bara sýnt leikmönnum bara reynda beint út bara, þú veist, hvernig lótið er og ef þeir eru komnir á mikið í og þú veist, búin að lóta á mikið þá bara er ekkert annað en skynsamt að draga þá bara út þó að þeim kannski finnist þér vera ferskir því að þetta, þú veist, þú finnur ekkert endilega fyrir lótinu bara í dag, skilur, þetta getur þar að segja safnast upp á nokkrum dögum og svo bara allt lendur á vegg, sko. Þetta er svo fyndið og segir þetta því að ég veit ekki hversu oft maður hefur verið með íþróttamann og maður að prófa kraftplutnar, forspplutnar og þeir bara segja, ég hef aldrei verið ferskari, ég er svo geggjaður, svo mætar á plötunar og byrja að hoppa og sko útkoma, þeir geta ekki hoppa upp á símaskrá, sko, og þá allt í einu, ok, ég er kannski svolítið þreyttur þarna, því að þú veist, þeir eru svo duglegir að ljúga sjálfum sér, eða ekki ljúga eins og þeir bara halda það, virkilega, þar til þeir bara sjá tölun og fatta bara, ok, ég er bara ekki reddi. Nei, það er bara máli, sko, og þannig að það er að gegja við þessa forsplötur sem við út með, það er náttúrulega að segja þessa tölur sem við færið, en það er bara búið að sína fram á þess bara eins og með rannsóknir, sko, að það er að segja þessi hraði og kraftframlýsið rate of force development er rosalega viðkvæmur við þreytu. Þannig að það er ekki kannski eitthvað sem þú finnur fyrir þú reynir að gera eitthvað sem að krefst þess að þú gerir eitthvað hratt og það er svo að hoppa, sko. Og saman með spretti. Já. Og veist, ef þú taka 100% sprett, séu bara svo úsæðin bolti að bæta heimsmetið. Ég heyri þetta viðtalið að það verið 10 daga bara eftir að bara ónýtur, sko. Þetta er ekki smá mikið átfótt sem þú ert að leggja kraft. Þetta er bara sakalegt, sko. Þannig að, og þess vegna er líka að tala alltaf það, þú ert að taka þessi 72 tímar eftir leiki, þú veist, þú getur ekki lóta líka með aðmjöla fyrir en þú er búin að klára super compensationið, sko. Það er bara þannig, sko, og eins og segið, að vera með þessa mælingar sem hún getur gert að það gefur bara leikmannunum bara, þú veist, bara hvar hann stendur, bara niðurstöður hvar hann stendur hverju sinni og það er rosalega erfitt að þræta fyrir það þegar tölurnar segja eitthvað sem að, þú veist, segja bara neina, þú verður bara aðeins að bakka, sko. Nákvæmlega, og svo bara availability í kjölfæð því að það er með, sko, hag íþróttamannsins. Já, algjörð, þú ert ekki að reyna bara að vera eitthvað, þú veist, leiðileika eins, sko, þú ert að hugsa leikmannin að hann geti performað á leikdegi og verði bara, það er bara besta útgáfan á sjálfum sér, sko. Nákvæmlega. Þetta er ekki aðsmaður, ha? Heyrðu, hvað svona, ok, nú ertu komin í nýtt umhverfi, kannski furðulegt að fara að spyrja hvað er næstu skrefin á ferlinu, þannig að ég spyrja bara þú veist, hvernig sérðu fyrir þér sumarið í bestu deildinni? Heyrðu, ég bara, þú veist, ég sé mig ekki með neina væntingar bara, þú veist, ég er að fara inn í ákveði ferli sem ég hef aldrei farið áður, þannig að þetta er bara mikill lærdómur fyrir mig og þú veist, ég er, eins og ég sagði við kannski í byrjun að, þú veist, þetta er ekki neitt eitt í mér niður njörfað, þú veist, ég er hérna fyrir leikmennina, þú veist, þeir eru ekki hérna fyrir mig, sko, þannig að þú veist, að hlusta á hvernig þeim líður, eru þeir tilbúnir,
það er ekki bara því að liftingar í dag, þú veist, ég bara á mér með að bara lóta leikmenn sem eru drullu þreyttir, sko. Það bara meikar ekki sens. Og þannig að, og eins og ég segi, þá bara fer ég með mjög opnum hug, þetta er bara alveg glænýtt fyrir mér. Og ég er rosalega spenntur, sko, að bara læra. Þú veist, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt, þú veist, ég fór í osteopatanámið til þess að halda áfram að læra, halda áfram að ögra sjálfum mér og þetta er bara, þú veist, ein ögrunin í viðbót að taka þetta verkefni, sko. Nákvæmlega, þetta er alltaf gaman að fá svona nýjar og spennandi áskorunir. Já, þetta er bara, þú veist, þetta heldur manni á tánum, því að, þú veist, ef maður heldur að maður sé komið með hlutin á reynd, þá er maður, þá er tím til að hætta, sko. Þannig að þetta heldur manni á tánum, sko, og sem er bara geggja, sko. Nákvæmlega. Og svo talum aðan, varandi leikmenn sem eru þreyttir og vill ekki fara að láta á lifta eitthvað svoleiðis. Ertu með eitthvað spurningalista eða eitthvað svo lætur menn svara? Nei, ég bara, sko, þegar ég kem inn í þetta þá svona ætla ég ekki að fara umturna öllu saman. Eðlilega ekki. Þannig að, þú veist, Aron búin að gera frábæra vinnu og svona, ég svona hægt og rólega bara að koma með nýtt inn og eitt af því var náttúrulega að koma með þessa skynjara til þess að lifta með og sem náttúrulega ákveðin náttúrulega svona menn svolítið bregðu við þegar þeir byrja að nota það því að þú fer að gera miklu minna heldur en þú kannski varst vanur að gera þó stóði sé að þeir hafa ekkert verið að gera ógeðslega mikið Aron hafi ekki verið að kera það í kaf þá bara lótið miklu minna og ég ákvað nú bara að hafa að það væri svona nóg til þess að byrja með ég prófaði þess að ekki spurningalista, ekki þetta readiness þú veist, ég hef lesið og bara það var svona ég var að spá í það hvort að ég ætti en svo bara þú veist, leifum þessu bara aðeins að þróast einnig var ég að velta fyrir mér að láta það að reyta æfinguna ég heyri því tala það sjálfan þetta alveg þetta getur verið þvílíkur höfverkur að þú veist, maður svo badfóstra ég vil fá tölur núna þú veist, og ég var ekki alveg tilbúin að vera leiðilega gæinn alveg strax sko kannski ágætt að bíða já, þess að bíða það sko þannig að þetta var svona eiginlega nýja sem að ég kom inn með og ég taldi að bara verið nóg á þessum tíma ég tel alveg þó að sé ekki alveg 100% skilur þá til ég mig alveg geta séð svona nokkuð veginn bara með lótið en þegar maður notar þessa græjur en ég ekki að segja að það sé alveg bara 100% rétt sko en við sjáum til hvað situr í framtíðinu hvort að einhverju leiðilegi spurningalistar og svo leiðis koma inn í þetta það bara hafa ekki voru langa það líka reynslu ég var búin að skoða einhverja sko þú veist sem voru rosalega langir maður hugsa bara nei þetta dugar aldrei sko nákvæmlega maður að pikka vel út sko en nú ertu búin að vera í 8 vikur og ég spyr stundum þessa spurningu hver mesta skepnan í liðinu? Hvað ég sagði við í byrjun sko, þegar vorum bara að spjalla að þetta er svona fyrsta skipti sem maður er með hóp það sem maður verður að segja bara þetta er bara fínt, þetta er nóg meira er ekkert alltaf betra þú veist, og það sérstaklega eins og ég sagði með þessa hraða þjálfun ef við losum til best þjálfun að þú gerir miklu minna og þá verður bara sem við bara er í búin er þetta nóg lót og skepna nú hefur til dæmis Patrik, hann náttúrulega bara lifað í salnum síðan hann sleit krossbandi þannig að hann var nú alveg skepna fyrir já, hann er alveg sem svolítið skemmtilegt að ég tók þessar mælingar þegar ég var með Keflavík tók ég á þar, hann á mælingarnast frá Keflavík og svo get ég borið það sama við núna það er bara rugl samanburður sko þannig að en þeir eru allir ótrúlega öflugur svo duglegir í salnum ef við tölum út á velli þá kannski ef við tölum sprettmetra það var nú bara eitt sem að svona kemur upp í hugan það er Jason hann er ótrúlegur þegar kemur að þessum hlaupametrum sko endar þeir nokkrir þarna sem eru helviti öflugir sko en það komi bara verulega óvart hvað þetta eru þú veist, duglegur og öflugur hópur sko og eru tilbúin að leggja á sig það sem þarf og það er kannski sýnir sig bara þú veist í árangrum sem þeir hafa náð undanfarin ár sko og bara frábær æfingakúltúr í klúbnum ekki spurning sko þannig að það er frábært að heyra
Svona einhverja bækur, námskeið, podcast sem þú ert að hlusta á og mæli með? Herðu, þetta hefur breyst aðeins, ég les bara rosalega mikið af rannsóknum í dag og læt það svona leiða mig áfram endar en það eru, þú veist, ákveðnir menn sem að ég kannski les eftir Martin Bussett sem að og hann náttúrulega á okkur bók eftir hann sem heitir High Intensity Interval Training sem bara fínasta bók fyrir, þú veist, hvernig þeir skipta þjálfunni niður og það eru prógram fyrir ég man ekki hvað mörg sport sko. Þannig að þú getur flett og farið gegnum hvernig þeir setja fótboltan, svo eru með aðra sérfræðinga ef við tengt fótbolta já, nú einhverja gamlar Jens Bangsbó bækur og Magni Mór og eitthvað svona sko. Það var á landinni fyrra, Magni Mór. Já, ok. En ég bara, þú veist, leita rosalega mikið í rannsóknir, reynda að skoða þær og reynda svona að móta þá mína hugmyndafræði út frá þeim sko. Já, nákvæmlega. En ég ætla náttúrulega, þegar ég kemur á fótboltana þá náttúrulega nota ég líka þessa reynslu til þess að móta hann ennþá meira sko. Nákvæmlega, mega sens. Einhver podcast, þú ert að keyra á milli? Herri, ég hlusta ég hlusta á Huberman mikið. Já. Svona til að fá eitthvað annað heldur en bara hann er alltaf að rannsókna með það líka, hann er maður gaman að því hvað meira Peter Attia, hvað heitir það er svona svipa svona heilsu eitthvað dæmi man ekki alveg hvað hann heitir ég reyndar ekki farið mikið inn á okkur svona önnur podcast sko, ég kaup mér þó bara frekar hljóðbækur svona til þess að hlusta á eitthvað annað heldur en það sem ég er að lesa heima við sko. Já, ég skil það líka fínt. Svona brjóta þetta aðeins upp sko, en fer mikið á skólar, Google skólar og PubMed og svona. Já, svo byrjar það einmitt þegar maður finnur eina rannsókn svo fer maður bara í heimildaskrána. Já, það er bara þannig sko, oft þegar þeir eru að koma með einhverja niðurstöður, einhverja heimildarannsókn sko, þá vill maður mér langar að skoða þetta aðeins betur og ég held við mættum alveg vera duglegri við það þegar þú veist, maður sér á netinu einhverja vitni, einhverja rannsókn þá getur viðkomandi bara að vera að draga út þá punkta sem hann vill að þeir komi, að þú veist, þessi punktar komi fram sem að þurfa ekkert endilega að vera rétt að niðurstaðan úr rannsókninni sko. Það var nú bara gert í einni mjög frægri Netflix-mynd. Hvað hét aftur veganmyndin hana? Ég veit Game Changer heldur. Já. Þar var bara tekið einmitt þeir punktar sem hentaði og svo þegar fólk fór að kasta rannsókninu fram þá var bara heyrðu, þetta er bara bullshit í gangi hérna. Þannig að þú veist, við mögum kannski vera þú veist, svona kannski aðeins hvað segir maður, svona dómharðari á það sem er vera að fæða okkur úr á þessum netmiðlum sko, og skoða hlutina betur og oft hefum bara sjálfur rent svolítið í því að vera svolítið svona bias og maður kannski að lesa rannsókn og hugsa að þessi hendar ekki alveg minni spekir hendur menni bara til hliðar en ég bara, þú veist, hún er ekki alveg að fara við í sama við það sem að mín hugmyndafræði er en þú veist, það er ágætt að vera bara meðvitaður um það sko. Nákvæmlega, og vera með svona ákveðin filter líka. Já, það er bara, þú veist, þessi bullshit filter, þetta er orðið svo mikið þarna á netinu, sko. Það er bara kaffærður. En heyrðu, annars er bara frábært spjall. Við erum búin að ná bara góðum hálftíma hérna og fara vel yfir víðan völl í kringum hennar fótboltadaginn. Eitthvað sem þú vilt koma með inn í lokin eða? Nei, ég held ég sé nú bara nokkuð búið. Þessi er búin að svona fara bara nokkuð vel yfir þetta en bara spenntur yfir því að fá að læra meira í gegnum hennar fótboltaheim sko. Ég trúi því, þetta er bara byrjunin hjá þér núna. Ég ætlar eftir að vona það. Segjum það þá, takk fyrir. Takk svo leið.